Það ánægjulegt að fá að ávarpa Vestfirðinga með hjálp lífæðarinnar hérna frá Bessastöðum og taka þátt í því að ýta þessu skemmtilega framtaki úr vör og fagna miðli sem vonandi sameinar Vestfirðinga og verður bæði til gagns og gleði. Það margs að minnast þegar Vestfirðingar ræða saman og kannski efst í huga okkar allra þegar við horfum yfir árið sem senn á enda. Hinn merki viðburður þegar göngin voru opnuð, sú alþýðuhátíð sem gaman var að taka þátt í. Hún sýndi svo sannarlega samstöðuna, kraftinn sem býr í Vestfirðingum, en leið minnt hún okkur á að baráttan hefur oft verið hörð á fyrri tíð og þótt okkur finnist stundum lítið hafa miðað að þá eru þau göng sem nú eru á Vestfjörðum og tengja Bolungarvík og Ísafjörð og Suðureyri og Flateyri og Þingeyri og Dýrafjörðin saman í eina heild, vissulega vitnisburður hvað vel hefur tekist þrátt fyrir erfiða hjalla á undanförnum árum og áratugum og margt hefur svo sannarlega breyst frá því að ég var ungur fyrir vestan og veginir lokuðust í október og opnuðust ekki aftur fyrir í júní og ekki var hægt að komast milli fjarðanna nema á skipum. Ég held ég hef verið 9 ára og átti að fara frá Þingeyri fyrir jólin til Ísafjarðar og eina leiðin var að vera fluttur á trillu hánótt út í mynni Dýrafjarðar í ekki góðu veðri og bíða þar klukkutímum saman eftir togaranum sem sigldi fram hjá fjarðarmynninu og svo var ég hífður 9 ára upp í togaran til að komast til Ísafjarðar fyrir jólin. Minningar sem ég geymi með mér en eru líka hjá okkur öllum vitnisburður það að Vestfirðir hafa alltaf verið og eru enn kannski á vissan hátt svona heimur í hnotskurn og hljómkviður lífsins hafa alltaf fyrir vestan verið sterkar og rismiklar, hvort heldur í gleði eða sorgum. Baráttan við veturinn og úfinn sæ hefur oft verið dýrkeypt en líka fært Vestfirðingum björg í bú. Og við sem höfum dvalið kannski þorra ævinnar annar staðar vitum það vel að það voru náttúruöflin og mannlífið fyrir vestan sem agaði okkur og styrkti og hafa verið með í för hvert svo sem við höfum farið. Og þessi veruleiki sem lifir með okkur, hinn vestfirski veruleiki, hann vissulega gott veganesti, enda var það þannig í mínum foreldrahúsum, jafnvel eftir að við vorum komin suður, það var lítill greinarmunur gerður á Vestfjörðum nútíðar eða fortíðar eða Vestfirðingum hvar sem þeir bjuggu. Fólk og frásagnir runnu ætíð saman í eina veröld sem fylgt hefur mér og öðrum alla ævi og í því mikla leikriti lífsins þá gengu þeir fram á sviðið kaupmaðurinn og kennarinn og skáldið og skattstjórinn og skóarinn og staddarinn og rakarinn og rækjufossstjórinn og allt það góða fólk sem bjó fyrir vestan og ég hef stundum velt í fyrir mér hvað var nú kannski satt og hvað var kannski skreitt í þessari litríku mannislýsingu. Það var smátt og smátt auka atriði vegna þess að veruleikin og góðsagnin runnu saman í eina samfellda mynd af Vestfjörðum og mannlífinu fyrir vestan. Og vissulega hafa skeið framfara og erfiðleika skipst á í vestfirskum byggðum eins og reyndar í öllum landshlutum Íslands og kannski það nú þessar mundir þrátt fyrir göngin og góða áfanga að menn velta fyrir sér framtíðinni og efast möguleika Vestfjarða í samkeppni við aðdráttarafl og umsvifin og fjölbreytileikan á höfuðborgarsvæðinu.
En þá held ég að sé hollt að hafa í huga allt það sem tekist hefur á undanförnum áratugum og hver gjörbreytt mynd Vestfjarða í dag, tækifærin meiri og fjölþættari heldur en þeir voru þegar við vorum alast upp, og það ekki bara göngin sem eru til vitnis það. Það líka byggðin öll, mannlífið, menntastofnanirnar, skólarnir, hinn nýju svæði, sjúkrahúsið á Ísafirði, menntaskólinn, hótelið, stjórnsýsluhúsið, endurgerð gamalla minja, og þannig mætti lengi telja. Og það sem nú skemmtilegt finnst mér á þessu ári sem senn á enda og árin í fyrra, að Íslendingar hafa smátt og smátt verið að uppgötva Vestfirði. Byggðina sem var kannski fyrir aðra landsmenn nema okkur sem mónumst upp fyrir vestan eins konar leyndarmál, að nú eru æ fleiri sem að sækja vestur og vilja kynna sér mannlífið og menninguna, atvinnulífið, fjallasýnina, sjá hvernig hver og einn fjörður hefur sinn eigin blæ, hver fjölbreytileikinn óendanlegur og upplifunin fyrir vestan einstök. Ég man eftir því fyrir nokkrum árum, þá vorum við Dorrit á siglingadögum á Ísafirði, og þá áttu menn sér þann draum að fá skemmtiferðaskip til að koma til Ísafjarðar. Það var árið sem Dorrit var á sjóskíðum og pollinum, og einhverjir héldu að það hefði verið áhættuleikari en ekki hún sjálf sem að rendi sér á skíðunum á spegilsléttum pollinum á Ísafirði, en það var nú reyndar hún sjálf. Og þá ræddu menn það sem einhvern framtíðardraum að fá skemmtiferðaskip til Ísafjarðar og Vestfjarða, en á liðnu sumri minnir mig að þau hafi verið 30 talsins, og þannig getum við lengi talið breytingar og framfarir og þáttaskil sem orðið hafa þó reyndar. Sumt breytist nú ekki, og til vitnis það, og það sé nú kannski ekki kjarnaatriði í vestfirsku lífi, og þó Napóleonskökurnar í gamla bakaríinu á Ísafirði sem eru nú enn í minningunni og daglega mikið lostæti. Og 1. desember síðastliðinn á fullveldisdaginn, þegar ég bauð Alþingi hingað til Bessastaða, þá komu hingað suður frá gamla bakaríinu á Ísafirði, Napóleonskökurnar frægu úr bakaríinu sem ég bauð alþingismönnum hér, og við miklar vinsældir, sérstaklega þeirra sem ekki höfðu notið þess eins og við Vestfirðingar að fá að kynnast þessu góðgæti sem fyllt hefur Ísafirði í meir en hálfa öld. Og við sögðum það sumir sem ánumst upp fyrir vestan, að þrátt fyrir allar breytingarnar og þrátt fyrir allt sem gerst hefur, þá er gaman að geta komið aftur vestur seint á ævinni og gengið inn í bakaríið og fengið grillurnar og Napóleonskökurnar sem maður fékk þegar maður var strákur fyrir vestan. Þannig gætum við nú sjálfsagt lengi á þessari ágætu útvarpsstöð haldið áfram að rifja upp minningar okkar allra, og ég vona að þið gerið það á næstu vikum og fram á nýtt ár, og þannig nýtið þið tæknina, upplýsingabyltinguna, til þess að efla samstöðun á Vestfjörðum, auka skilninginn á mönnum og málefnum, því að eitt af því sem ánægjulegt á þessari nýju öld, að hver byggð getur eignast sinn eigin fjölmiðil, og reyndar hvert heimili í gegnum netið sinn eigin fjölmiðil, og þannig getum við talað saman á annan hátt en hægt var fyrrum. Og ég óska ykkur þess vegna í lífæðinni alls eins besta með þessa skemmtilegu útvarpsstöð, vesta og næst ekki hérna á Bessastöðum, en kannski getið þið tekið upp á diska úrval og sent mér og öðrum vestfirðingum eins og við fáum bæjarins besta og erum áskrifendur af því og fylgjumst þannig með því hvað að gerast fyrir vestan. Þá mætti kannski gefa út á diskum úrval af því sem þessi ágæta útvarpsstöð býður vestfirðingum á komandi vikum og kringum jól og áramót. Og eins og mælti þá óska ég ykkur allsins besta og færi ykkur kæra kveðjur hér frá Bessastöðum, óska ykkur gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári, og vona að í nýja ár verði Vestfirðingur og okkur öllum til blessunar.